Breytingaskeiðið ferli sem hefst þegar tíðarhringir fara fækkandi, oftast í kringum 50-aldurinn og getur staðið yfir í 7 til alltaf 14 ár. Þetta tímabil kallar á sérstaka athygli við mataræði og lífsstíl, þar sem hormónastarfsemi breytist verulega, einkum vegna minnkandi estrógenframleiðslu. Hormónabreytingarnar valda ekki bara hvimleiðum einkennum eins og hitakófum og þreytu, heldur hafa áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Minnkað estrógen hefur bein áhrif á efnaskipti, beinþéttni og hjartaheilsu. Og þá ennþá mikilvægara en áður að vera ekki í skorti á ákveðnum næringarefnum, sérstaklega kalki, D-vitamíni, próteinum og andóxunarefnum. Fyrst skulum við huga að beinheilsu. Estrógen hefur verndandi áhrif á beinþéttni, svo þegar framleiðslan minnkar þá veikjast oft beinin með. Til að vinna gegn þessu mjög mikilvægt að fá nóg af kalki og D-vitamíni. Og það nauðsynlegt að tryggja nægilegt magn D-vitamíns til að viðhalda beinheilsunni og efnaskiptavirkni og bara almennri heilsu, sérstaklega hjá konum eftir breytingaskeið. Hugsið mjólkurvörur, grænt laufgrænmeti, feitan fisk eins og lax og jafnvel bætiefni ef þörf krefur. Næst það hjartaheilsa. Mikil lækkun á estrógeni, það að segja estradíóli, ásamt smá hækkun á fríum andrógenum getur valdið því að það verður breyting á fitudreifingu en einnig blóðfitum. Estrógen stuðlar fitusöfnun á svæðum eins og læri og mjöðmum á meðan andrógen stuðlar frekar að fitusöfnun á kviðnum. Og þessar hormónabreytingar eiga það líka til að auka kólesteról og þríglýseríð, svo það getur auki hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Svo hér koma hjartvænar fitur mjög sterkt inn. Að bæta ólífuolíu og salat, borða feita fiskinn í hverju viku og bæta jafnvel við hörfræjum og valhnetum og passa að fá nóg af trefjum. Þær eru góðar fyrir hjartaheilsu, þær minnka blóðsykursveiflur og þær eru líka góðar fyrir þarmaflóruna blessuð og auka settutilfinningu. Og gleymum ekki andóxunarefnunum, þessi kraftmiklu efni hjálpa til við að draga úr bólgum og vinna gegn oxunarálagi sem verður algengara á breytingaskeiðinu. Svo fyllir diskinn af litríku grænmeti, ávöxtum, hnetum og jafnvel smá dökku súkkulaði. Vökvinn skiptir líka máli. Þessar hormónabreytingar geta valdið þurri húð og öðrum einkennum í húð, svo að drekka nóg af vatni og passa að fá sölt, magnesíum og kalíum með til að halda líkamanum vel vökvu. Að lokum snýst þetta allt jafnvægi, að leggja áherslu á ekki bara góðan mat, heldur líka hreyfingu og hvíld til að viðhalda orku og styðja við almenn efnaskipti.